Já, komið sæl aftur. Við erum hér á Kaffi Kú í Eyjafjarðarsveit og nú heldur för okkar áfram. Við ætlum að fara á Hauganes og vita aðeins hvað að gerast þar. Þú ert markaðsstjóri þar og ert bara innan túrista allan daginn eða hvað? Já, það má alveg segja það. Ég sé bara markaðsstjóri bara Hauganes eins og að leggur sig það. Því nú erum við með 2 stór fyrirtæki þar, atvinnuveitendur sem eru þar. Það er það Ekta Fiskur og Hvalaskoðun á Hauganesi. Og bæði fyrirtækin eru rótgróin, má segja. Þau eru búin að vera að starfa hérna í áratugi og Ekta Fiskur er náttúrulega stofnað kringum 1940 þá hefst þessi núverandi vinnsla í þeirri mynd sem hún er í dag, saltfiskverkunin. Og fyrir það er bara fyrirtæki svolítið frægt sko. Þetta er lítið fjölskyldufyrirtæki sem að handverk er haft í fyrirrúmi. Allt unnið eftir gamla mátanum, handskorið og fiskurinn látið liggja í salti í sína 4 mánuði, þurrsaltið, þannig þetta er allt svona eftir gömlu hefðinni. Já, er það þannig? Já. Þetta er ekki bara mýta, þetta er alveg raunverulega svona? Þetta er þannig og þetta er bara eitt af þeim fáu fyrirtækjum eftir á landinu sem er að starfa eftir þessum gömlu vinnubröðum sem voru höfð í gegnum bara, aldirna jafnvel líka sko. Þarna erum við bara með ákveðna vöru hjá Ekta Fiski sem er mjög vinsæl. Og hún fer inn á alla betri veitingastæði landsins og í flesta verslanir og svo erum við líka að flytja alveg helling út þaðan frá okkur Ekta Fiski til Spánar og Ítalíu og þar er okkar stærstu markaði, við erum að flytja út 60% af okkar framleiðslu. En Hauganes, það er einhvern veginn svona, er ekkert mjög þekkt á Íslandi, þetta er pínulítið þorp. Já, þetta er svona dæmigert íslenskt þorp og sem að fæstir hafa eflaust komið á. Ég er sjálfur að sunnan og hafði aldrei heyrt af Hauganesi þegar ég kynntist konunni minni. Sem er ættuð það? Hún er ættuð það, bara fædd þar og alin upp sko. En þetta er rosalega bara svona fallegt þorp, lítið og innrætt fólk sem býr þar. Þetta er gaman að vera stutt í náttúruna, gríðarleg náttúrufegur þarna allan hringinn og svona mikill samhugur í fólki og bara skemmtilegt fólk sem býr hérna. Er þetta svona fjölskyldur aftur í kynslóðir, margar kynslóðir? Já, það má segja það sko. Það eru allir svona, það má ekki segja kannski sé allir meira minna skyldir en svona það tengjast allir einhverjum böndum hérna og ég ætla nú að klára með hitt fyrirtæki stóra sem er hérna á Hauganesi líka. Það er Hvalaskoðun á Hauganesi. Það er elsta hvalaskoðun landsins. Og Hvað þýðir það í árum tali? Hvenær byrjuðu menn á Hauganesi að fara að skoða hvali? Já, þetta þótti mér svolítið klikka áður fyrir að taka fólk út í svona túra. Ég veit að Árni hann hóf að fara þaðan út frá Hauganesi 89. Og Árni Níelsson? Árni Halldórsson og þeir fleiri saman. Þeir eru með Níels Jónsson, eikabátinn. Já, ég er að rugla því saman. Og þeir ákvaða að gera tilraun með þetta að taka ferðamenn út og stærri og smærri hópa í bara róður út fyrir Hauganes, fullt af fiskjar afsakið. Og það tókst nú rosalega vel og þetta stunduður í nokkur ár. Þar til ákvaðu að láta reyna á þetta með hvalaskoðun. Þarna var komin hvalur, svona smáhveli, nísur og fleira þarna út fyrir, þannig að hnúfubakur var ekki alveg komið þá. En þeir hófu siglingar í hvalaskoðun 93. Og þar með eru þeir með þeim elstur, ekki fyrstir, ég held að ykkur á höfni Hornafirði hafi við gert einhverja tilraunir en ekki tekist kannski nógu vel því þá náttúrulega vorum við ekki með þetta ferðamannastreymi sem við höfum í dag. En þetta tókst ágætlega hjá hann og hnúfubakurinn fer svo að koma hér upp úr 98 fullu í firðinum og hefur farið svona stigvaxandi síðan og núna undanfarin ár má segja að fjörðin sé bara nánast fullur af hnúfubak. Meira svo þannig að það er nóg að vera bara niður við bryggjuna á Hauganesi þú sjálf bara út á firðinum. Já, og það er að fallega við að það að mæta þarna á morgnana nánast einn og þá heyrir maður bara í hvölunum blása þarna rétt fyrir utan Hauganes og þar eru bara selir að geðast upp úr sjónum og fylgjast með mann og fuglasöngur og ég er borgarbarni, ég er bara bráðumlega hverju morgni þegar mætir þetta eru þvílík forréttindi Það eru forréttindi. En Árskógsströndin sjálf, nú fyrir þá sem ekki þekkja og vita, þetta er vestanmegin í Eyjafirði, þannig að þetta er svona áleiðis til Danvíkur. Já, einmitt. Og þetta er þorpið er í hvarfi má segja, þannig að þess vegna eru kannski fæstir sem vita af þessum stað.
þeir taka svo sem bara leiðina þá að Dalvík og áfram en taka kannski beint eftir þorpin okkar. Sko. En nú þið að salta og selja út fiskin og allt þetta, en það komið Bakkalásetur, eða heitir það ekki? Jú, þetta nú búið að vinda svolítið upp á sig núna með tilkomu ferðamanna eins og áeflust við fleiri þorp á Íslandi. Þeir koma að keyra sér hring og við ákvæðum fyrir nokkrum árum síðan að fara að taka við hópum og erum við sína þá ferðamönnum, þá erlendum og jafnvel innlendum hópum líka, sína þeim framleiðsluferli hjá ektafiski frá fyrsta skrefið, þar sem við fáum bara fiskinn í húsið og flökum hann og fram og svo sínum við bara framleiðsluferli að við leggjum hann í salt þarna og svo hann útvatnaður og sérútvatnaður nokkrum mánuðum seinna og svo núna með tilkomu veitingastaðarins að þá getum við boðið upp á það að setjast hérna við borð og rauninu þá smakka endalega afurð. Og þetta heilmikið ævintýri svona fyrir þá að sjá og upplifa. Sko. Það bara, ef maður keyrir þessa leið, bara sko ofboðslega margir erlendir ferðamenn, maður finnur það og Íslendingar inn á milli. Hvort nú í meirihluta hjá ykkur? Sko ferðamennir í algjörum meirihluta en við erum að fá og það nú kannski mitt hlutverk líka að reyna að leiða erlenda og innlenda hópa líka inn á svæði. Við erum að fá líka Íslendinga hérna í alls konar svona hvataferðir, óvissuferðir, stekkjanir og það allt saman. Við mögum ekki gleyma því að Kaldi bjórverksmiðjan nú hérna rétt styrst. Það akkurat það sem og við erum að spila svolítið saman í sókninni þar að markaðsetja þetta svæði sem einn stóran áfangastað sem hefur bara upp á allt að bjóða. Og þá til dæmis dæmigerður dagur fyrir svona hópa að koma í hvalaskoðun, til dæmis 9:30, koma í land svona upp á 12, þar tökum við hjá ektafiski, tökum hópan í kynningu, sýnum við verkunarferli, við leyfum að smaka hákallinn okkar og það ýmislegt svona skemmtilegheit og þeir sem að standast þá þolreina, þeir gerast meðlimir í The Rotten Shark Club of Hauganes, fá svona viðurkenningaskjal og allt, það ekki rosa gaman sko. Og svo þegar hópurinn hefur þá klárað að borða hann upp á veitingastaðnum okkur Bakkalá bar, að þá hafa menn gjarnan haldið áfram yfir í Kalda sem yfir á Ásgórsandi. Og það stutt þar á milli, 10 mínútur á milli og það þá rauninni þriðji kannski áfangastaðurinn á svæðinu. Og svo að spretta upp þarna gistimöguleikar? Það eru gistimöguleikar, það náttúrulega Selá, aldeilis búið að taka þann bæ í gegn. Þar geta hópar komið í svona við erum með svona eins konar workshop eins og heitir nú á ensku, að þú getur komið þarna með bara þitt stjórnunarteymi eða ef þú ert rithöfundur og þarft að klára bókina þína, að þá getur þú bara verið þar með þitt herbergi, þína aðstöðu, það svona hálfgerður fundasalur hérna líka og þarna geta menn verið bara í viku, jafnvel upp undir mánuð bara til þess að klára sitt verk. Og þessi staður náttúrulega stórglæsilegur og ég fann það bara því komin að sjálfur að mér langar bara að setjast niður og skrifa bara einhverja bók eða eitthvað. Þú gerir það auðvitað. Já, það bara verst að skrifa sko. Náttúran yndisleg og stórkostleg. Æðisleg, ég bara hvet alla til að mæta þarna og bara sjá þetta svæði og upplifa. Og ég tala ekki að bara prófa að koma í hvalaskoðun og endilega sjá bara flesta Íslendinga mæta svæðið. Og finna kannski út sem við látum ósvara hér. Af hverju heitir þetta Hauganes? Það verið gaman að einhver myndi finna það bara út. Já, það til ýmsar sögur þar. Sko, ég hef ekki fengið neitt svona alveg staðfest, þannig ég þorum ekki að fara með endalega hvaðan það kemur. Sko, við förum ekki nánar út í það. Nei. En þetta var gaman að fá þig og við ætlum nefnilega að halda áfram aðeins norðar í fjörðin og förum næst til Ólafsfjarðar. Það ekki langt.